Komið sæl. Ég ætla aðeins að fara yfir það með ykkur hvað eru reglulegir marghyrningar og þetta tengist dæmum sem þið reikna á blaðsíðu 101 í bókinni. En það sem einkennir reglulega marghyrninga er að í fyrsta lagi eru allar hliðar jafnlangar og það sjáum við hérna á myndunum. Við erum með 4 mismunandi reglulega marghyrninga og sömuleiðis eru öll hornin jafn stór. Við erum kannski minna að spá í hornin akkurat núna í tengslum við ummál. En hér erum við með reglulegan þríhyrning þar sem allar hliðarnar eru jafn stórar. Nú það er líka til reglulegur rétthyrningur sem kallast þá ferningur sem allar hliðar eru jafn stórar. Hér erum við með reglulegan fimmhyrning, það eru 5 horn í honum og 5 hliðar. Og svo lokum reglulegan sexhyrning hér. Og þá skulum við snúa okkur að dæmunum í bókinni. Þetta er sem sagt á blaðsíðu 101 og þið eru beðin að reikna ummál reglulegs þríhyrnings með hliðarlengd 12 cm. Við munum að til þess að reikna ummál þá þarf ég að leggja saman allar hliðar. Það er bara gefin upp ein tala í þessu dæmi hér. En aðalatriðið er að þetta er sem sagt reglulegur þríhyrningur. Það segir mér að ef ein hliðin er 12 cm þá eru hinar hliðarnar líka 12 cm. Þannig að til þess að reikna ummálið þá legg ég saman allar hliðar eins og áður. 12 plus 12 plus 12. Það er ekki 12 á þetta verður hérna. Sem eru þá 36 cm. Nú fljótlegri leið til þess að reikna þetta er að sjálfsögðu að taka hliðarlengdina sem er 12 cm og að því ég er með 3 hliðar sem er allar jafn stórar þá margfalda ég með 3. Og þetta gefur mér sömu útkomu að sjálfsögðu. Ef við tökum annað dæmi sem er eiginlega aftur og bak það sem ég var að gera. Nú er spurt eða sagt reikni hliðarlengd reglulegs þríhyrnings þar sem gefið er að ummálið er 15 cm. Þannig að nú er ég búinn að reikna ummálið. Þess að leggja saman þessar 3 hliðar og útkoman var 15. Og spurningin er, hvað er ein svona hlið stór? Nú þær þurfa að vera jafn stórar af því þetta er reglulegur þríhyrningur. Þannig að það sem ég geri er að ég tek ummálið sem var 15 cm og ég skipti því niður á þessar 3 hliðar. Deili með 3. Útkoman er þá 5 cm og þar að leiðandi er hliðarlengdin í einum svona hliðarlengdin í þessum reglulega þríhyrningi með ummáli 15 að þá er hliðarlengdin 5 cm og sömuleiðis á hinar hliðarnar líka. En meira þarf ég ekki að segja reglulega marghyrninga, þið getið spreytt ykkur á dæmunum í bókinni. Takk fyrir mig.